Smiðjan á Blómavað. Komið í sæl, skulum byrja hér á að líta á stóra yfirlitskortið okkar. Við sjáum þessa víðáttumiklu hæð hér austur á Labrador og hún mun stýra veðrinu hjá okkur núna næstu dagana og lægðin sem var hjá okkur í gær og olli þessu éljalofti, hún komin norður fyrir Jan Mayen og hennar áhrifa gætir eiginlega ekki, eða svo lítið sem ekkert lengur. Ef við sjáum þróunina þá svolítil úrkoma á Austafurðurlandinu í kvöld og fram eftir nóttu og síðan orðið nánast þurrt, meira og minna alveg þurrt á landinu, en við sjáum lægðina sem kemur hérna við Labrador að hún hefur þrýst hæðinni hér langt út í Atlantshaf og þetta svona það sem að samspil þessara tveggja kerfa verður hjá okkur á næstunni. Þetta mun leita hérna lengra í norðaustur þegar líður á vikuna og gefa okkur fínasta veður mest allt land. Og eins og við sáum á hitasviðinu til dæmis frá því í gær þá vantar svolítið upp á þessi hlýindi næðu til okkar alveg, en við sjáum það þegar líður á morgundaginn að þá fer nú hlýjalofti hérna að skríða inn og annað kvöld hlýnar nokkuð skart á landinu, en þannig að hitastölurnar á morgun eru kannski ekki mikið frábrugðnar deginum í dag, en nema þá hérna vestan til og það hlýnar svolítið, en frá eftir það þá fer nú að hlýna meira hjá okkur. Þróunin síðan í kvöld og til fyrramáls hjá okkur að þetta fer svona nokkuð hratt hérna áfram austur og þessi litlu úrkomubakkar og ágætlega bjart hérna vestan til, en í fyrramáli þá fer nú að þykna hérna upp og gætu komið einhverjir smá svona súldardropar með þessu á morgun, en aftur á móti stóra hluta landsins verður hins vegar bjart og fallegt veður, en hitatölurnar eins og áður sagði kannski ekki alveg, við erum ekki alveg komið með hlýjalofti til okkar, en við erum núna með svona 5 til 8 stiga hita hérna á láglendi og líklega verður nú næturfrost nokkuð víða á norður- og austurlandi, þannig að það tekur tíma fyrir sólina að hita það upp aftur, þannig að hitatölur á morgun svona frá 5-6 gráðum og upp í 11-12 þar sem best lætur. Þetta verður nú dreift líklega nokkuð jafnt yfir landi hvað það varðar á morgun. Síðan ef við höldum áfram frá seinnipartinn á morgun og fram á mánudag að þá þetta svona svipað, það svona aðra nótt þá þyknar nokkuð upp hérna hjá okkur og það þéttist náttúrulega þegar sólin hættir að hita og þá viðbúið að koma eitthvað smá súldaloft með því, en á háti á mánudag þá hefur eins og létt til líka á norðvesturhorninu, þannig að nú deila norðan og austanverðlandi sem fá besta veðrið, en líklega verður nú áfram fremur skýjað hérna suðvestan til. Hitatölurnar eru svona heldur á uppleið, má kannski reikna með að getur farið yfir hæstu gildi dagsins á Austurlandi getur farið í 17-18 stig eða svo, en víða 8-12-13 annar staðar. Og svo ef við keyrum þetta áfram og keyrum fram á þriðjudag að þá þetta svona sami grauturinn svolítið, kemur smá svona úrkoma yfir blá nóttina sumstaðar, en þetta mjög lítið og eiginlega bara nánast dögg. Það gæti ná að keyra smá úrkomu inn á Vestfirði á þriðjudag fyrirgefiði, en að öðru leyti verður bjart og fallegt veður og þá líklega eru hitatölur eins og Austurlandi farnar að nálgast 20 gráðurnar og orðið býsna gott svona 10-18 stig í flestum landslutum. Ef við lítum síðan snöggt yfir á veðri á miðvikudag að þá eins og áður sagði, þá hæðin komin hér suðaustur á landinu og hennar áhrifa gætir verulega, þannig að hún heldur öllu frá, vindur hægur, bjart víðast hvar og hitinn líklega eins og sjáum á Egilsstöðum hér gæti farið einhverjar 2-3 gráður upp fyrir 20 gráðum þegar best lætur yfir daginn. Líklega komin til hafgóluvottur hérna í Reykjavík, þannig að allur snjór á láglendi löngu farinn og frost úr jörðu að auki. En síðan skulum við þá líta yfir til Evrópu. Hæðin hér yfir svona miðju Eystrasaltinu veldur því að það svona kaldur strengur hérna niður í austurhluta álfunnar. Hæðin farin það langt austur að Bretlandseyjar eru farnar að fá svolítið úrkomu, en áfram þessar skúraleiðingar hérna síðst í álfunni. Þrumuveður sem fylgir þessu svona á stöku stað. Líkur á til dæmis á Róm gæti fengið þrumuveður á morgun. Og svo eins og stór hluti Frakklands hins vegar sérstaklega vesturhlutin og Norður-Spánn gæti hins vegar fengið líka töluvert mikið af skúrum, en það skárra á sunnanverðum Íberíuskaganum. Það allavega þurrara og bjartara. En á Kanarí síðan á morgun að það gert ráð fyrir að vindur verður orðinn svona norðlægur, áfram verður svona skýjað með köflum og líkur á einhverjum smá skúrum mögulega, það ekkert sjálfgefið. Hitinn svona ásvipuð og hefur verið svona 20-25 gráður. Og síðan ef við lítum vestur haf þá erum við með býsna gott veður hérna með Vötni miklu hæð, nokkuð víðast mikil og öflug hæð á því sæði
og svo önnur hér yfir norðanverðum Klettafjöllunum og þessar tvær hæðir gefa býsna hlýtt veður alveg langt norður í Kanada. En hins vegar hérna suðaustan til hins vegar nokkuð kröftug skúraveður og einhverjar þrumur og eldingar á þeim slóðum, en annars ekkert stórmerkilegt veður á öðru leyti í Ameríku. En við skulum láta þetta gott heita í kvöld, verið sæl.